Fjölmiðlaumfjöllun og samfélagsumræðan höfðu áhrif á ákvörðun stjórnvalda að fresta brottvísun pakistanskrar fjölskyldu. Þetta segir dómsmálaráðherra. Fjölskyldan átti að fara af landi brott í dag. Kínversk stjórnvöld viðurkenndu í dag að hafa ekki brugðist nægilega skjótt við þegar Wuhan koronaveiran tók fyrst að breiðast út. Nú hægt að greina sýni á Landspítalanum ef grunur vaknar smit hérlendis. Sjómann á Flateyri hryllir við að fara borð í bát sinn sem var hífður úr sjó helgina. Útgerð í þorpinu enn í lamasessi meira en hálfum mánuði eftir að snjóflóðin féllu. 3500 leikskólabörn verða send heim í hádeginu á morgun þegar 1800 starfsmenn Eflingar hjá Reykjavíkurborg leggja niður störf. Áhrifa gætir einnig víða í velferðarþjónustu borgarinnar. Hildur Guðnadóttir fékk í gær BAFTA-verðlaun fyrir tónlist sína í kvikmyndinni Joker. Síðustu 10 ár hefur það gerst 7 sinnum að sama tónskáld vinni bæði BAFTA og Óskarsverðlaun. Gott kvöld. Samfélagsumræðan og fjölmiðlaumfjöllun einstök mál bendir oft á galla í kerfinu sem þarf að bregðast við. Þetta segir dómsmálaráðherra þá ákvörðun að fresta brottvísun pakistanskrar fjölskyldu. Það sé skýr vilji stjórnvalda að taka tillit til barna í útlendingalöggjöfinni. Stjórnvöld ákváðu helgina að fresta brottvísun pakistanska drengsins Muhammeds og fjölskyldu hans. Til stóð að vísa þeim úr landi í dag. Dómsmálaráðherra ætlar í lok vikunnar að kynna í ríkisstjórn áform að stytta hámarkstíma málsmeðferðar úr 18 mánuðum í 16 í hælismálum þar sem börn eiga í hlut. Brottvísun fjölskyldu Muhammeds og annarra barnafjölskyldna sem hafa verið hér lengur en í 16 mánuði hefur því verið frestað. Ég tók þá ákvörðun að breyta reglum varðar börn í efnismeðferðarmálum. Það hefur verið markmið okkar að minnka málsmeðferðartíma og sérstaklega í stöðu þar sem börn eiga í hlut og þess vegna tekið þá ákvörðun. Áslaug Arna segir það ekki á hreinu hversu margar fjölskyldur þessi ákvörðun hefur áhrif á, en þær séu þó örfáar. Hún segir að það hefði vissulega verið óvenjulegt að þessi ákvörðun var tekin á sunnudegi. Fjölmiðlar fjölluðu mikið málið helgina, auk þess sem undirskriftasöfnun til stuðnings fjölskyldunni var hrundið af stað. Þegar það kemur umræða einstök mál eins og þetta þá benda þau oft á kannski galla í kerfinu okkar sem verður að bregðast við og kerfið og reglurnar okkar eru bara fólk og verða að vera þannig búnar að við séum tilbúin að breyta þeim og þannig eru útlendingalögin í heild sinni. Þannig að umfjöllunin hafði áhrif? Já, sjálfsögðu. Stjórnarandstaðan gagnrýndi málið á Alþingi í dag og sagði meðal annars að það hafi komið upp vegna þess að ekki væri búið að móta mannúðlega og heildstæða stefnu í málaflokknum. Skrefið sem að dómsmálaráðherra tók var lítið en það var dýrmætt skref, mikilvægt skref en engar síður þá stöndum við frammi fyrir því það ekkert búið að gerast á þessu kjörtímabili. Það ríflega ár eftir og það hefur ekkert gerst í þessum málum og þess vegna stöndum við frammi fyrir þessu viðfangsefni. Og svo er auðvitað áhugavert að við erum að sjá það að aðrir ríkisstjórnarflokkar hafa ekki verið að sýna þessu máli nægilegan áhuga. Það er skýr vilji stjórnvalda að það sé tekið sérstakt tilliti til hagsmuna barna í útlendingalöggjöfinni og það hefur við verið að gera og þarna er verið að undirstrika þann vilji okkar. Kínversk stjórnvöld viðurkenndu í dag að hafa ekki brugðist nægilega skjótt við þegar Wuhan koronaveiran tók að breiðast út undir lok síðasta árs. Nú hafa fleiri en 17.000 sýkst í 24 löndum. Staðfest er að 362 hafa látist af völdum veirunnar en fleiri hafa þó náð sér af veikindunum. Fyrr í dag var tekið í notkun 34.000 fermetra sjúkrahús sem byggt var á 10 dögum, sérstaklega til að taka á móti þeim sem veikst hafa af veirunni. Veirufræðideild Landspítalans getur greint Wuhan koronaveirusmit á 2 til 3 klukkustundum. Sýni úr 2 ferðamönnum hafa þegar verið greint en þeir reyndust vera með aðra veiru. Greiningin fer þannig fram að við fáum öndunarfærasýni frá sjúklingum hingað á sýkla- og veirufræðideildina og við gerum kjarnsýrumögnunarpróf á þessum sýnum sem þýðir að við erum að leita erfðaefni þessara nýju koronaveiru í sýnunum. Fyrstu greiningar fóru fram á veirufræðideild Landspítalans helgina. Fjöldi prófa er takmarkaður og því mikilvægt að einungis séu send til greiningar sýni þar sem raunverulegar líkur eru taldar á smiti. Sú hætta er náttúrulega fyrir hendi að fólk verði hrætt og það er mikilvægt að muna það er engin ástæða til þess að óttast hér og nú. Þessi veira hefur ekki greinst hér á landi og stærsti hlutin af þeim sem eru veikir eru í Kína og hún hefur ekki verið að dreifast milli fólks mikið utan Kína. Við getum ekki gert endalaust margar prófanir og þess vegna er mikilvægt að það sé valið hverjir eru prófaðir út frá áhættu.
Hafið þið greint sýni þar sem hefur leikið ykkur grunur á að mögulega hafi verið nýju koronaveiruna að ræða? Í rauninni ekki, við fengum 2 sýni úr ferðamönnum þar sem var veikur grunur en þau reyndust bæði hafa einar af þessum algengu öndunarfæraveirum sem að ganga hér í samfélaginu á þessum tíma árs og ekkert óvenjulegt. Sýnataka fer fram á heilsugæslustöðvum en ef sterkur grunur væri smitt færi læknir á heimili eða dvalarstað sjúklings og tæki sýni þar. Það þá tekið háls- og nefkóksstrók og þá tekið strók bæði sem sagt gegnum nefið úr nefkókinu og hálsinum. Ef þörf krefur gæti niðurstaða legið fyrir innan nokkurra klukkustunda. Það tekur 2-3 klukkutíma frá því að við erum komið sýni í hendurnar. Og þú verður meðal annars á þessum slóðum í Kastljósinu í kvöld, Jóhanna. Nákvæmlega, við ætlum að fjalla það hvernig Ísland í stakk búið þegar og ef auðvitað sjálfsögðu veiran berst hingað til lands. Hingað komar Þór Þorsteinsson, formaður Landsbjargar og Brynhildur Bolladóttir, upplýsingafulltrúi Rauða krossins til þess að ræða þau mál. En við ætlum líka að fara yfir það viðvarandi álag sem hefur verið á björgunarsveitunum og Rauða krossinum nánast daglega allar götur frá 9. desember í kjölfar óveðursins og hvernig staðan á þeim bæ núna. Fylgjumst með því, takk. Viðurlög við broti á siðareglum þingmanna eru harðari í flestum öðrum löndum og felast til að mynda í útilokun frá formennsku í nefndum eða fjársekt. Sérfræðingur ÖSE segir mikilvægt að nýta reynsluna úr klausturmálinu til þess að endurskilgreina siðferðisgildi þingmanna. 2 sérfræðingar frá lýðræðis- og mannréttindaskrifstofu ÖSE hafa rætt við þingmenn í dag og veitt ráðgjöf endurskoðun siðareglna sem nú stendur yfir og halda því áfram á morgun. Forseti Alþingis hefur sagt að klausturmálið hafi opinberað annmarka á framkvæmd þeirra. Annar sérfræðinganna segir dýrmætt fyrir Alþingi að læra af þessari reynslu og nýta hana til þess að skapa grundvöll til umræðna siðferði og heilindi og hvaða siðferðisgildi þingmenn þurfa að tileinka sér. These norms changes, scandals can happen to trigger or to make new things emerge in the public debate, and the public is asking for some responses from the side of Parliament. So the Parliament has to be smart and proactive in trying to address these issues. Hann segir að aðferðin við endurskoðunina sé mjög góð. Hann telur þó nauðsynlegt á einhverju stigi að kalla til víðtækari umræðu með aðkomu almennings og fjölmiðla. Everybody should feel that this document as a code of conduct is part of a shared culture between the citizens and the members inside the Parliament. Eitt af því sem deilt hefur verið hvort viðurlög skuli vera við broti á siðareglum. Aðspurður segir Jakobó að lágmarks viðurlög eigi að vera við slíku broti. Hann vísa jafnframt í Greco, samtök ríkja gegn spillingu, sem segja að siðareglu verði að hafa ákveðna vigt, annars séu þær bara orð á blaði. Á Íslandi sé vilji fyrir því þessa mundir að viðurlögin séu væg og felist í því að almenningur sé upplýstur gjörðir þingmanns sem gerist brotlegur við siðareglur. Other parliaments are taking this a little bit further. So they are providing stronger sanctions in terms of fees for MPs that are wrong behaving, in terms of barring MPs from representing the parliament in outside visit or external relationships. They're barring them from taking the chairmanship of certain committees. But the general point there is that there is no silver bullet in this case. Velkomin Steingrímur. Takk. Í hverju hefur þessi ráðgjöf ÖSE falist? Já, hún fólst í því að við sendum þeim þýðingu á þeim tillögum að breytingum sem við unnum með í vor og sumar og forsætisnefnd skoðaði og fundi sínum í ágúst. Og þeir koma núna vel lesnir og undirbúnir til þess að veita okkur ráðgjöf og eftir atvikum formlega umsögn síðar meir ef við viljum. Og ég held að það sé mjög gagnlegt að fá þessa sérfræðinga sem að vinna með þessi mál og aðstoða fjölda þjóðþinga í Evrópu til skrafs og ráðagerða. Og það verður hluti af því sem við tökum með í vinnuna við að klára þessar tillögur að breytingum á siðareglunum sjálfum, einkum framkvæmd þeirra og utanumhaldinu og svo viðeigandi breytingar á þingskapalögum. Hann nefndi viðurlög í fréttinni hérna áðan að þau varu víða harðari en hér. Hefur það komið til tals að breyta því hérna? Já, það verður rætt en það eru mjög ólíkir skólar í þeim efnum, allt frá því að þau eigi ekki að vera og yfir í að þau eigi að vera ströng. 2016 þegar við settum okkur loksins siðareglur í fyrsta sinn, þá var ákveðið að láta þar staðar numið að menn gætu þurft að sæta birtingu á niðurstöðunni. Það þó ekki fortakslaust í núverandi reglum. Yrði það samkvæmt tillögunum sem við erum með, að menn myndu þó alltaf sitja uppi með birtingu á niðurstöðunni. En ef menn fara lengra
þá yrði það væntanlega einhvers konar innri viðurlög, eitthvað sem við getum kallað innri viðurlög. Það er að segja að þetta hefði einhverjar afleiðingar fyrir menn í störfum þingsins inn á við. Eins og til dæmis að útiloka frá nefndarformennsku eða slíkt. Já, það eru fordæmi slíkt sumstaðar þar sem við erum að skoða reglur. En aðalatrið eru þetta það að refsingin á ekki að vera, er ekki útgangspunkturinn hér, heldur að reyna að laða fram samkomulega þá hegðun og þá framgöngu sem menn telja vera góða og rétta og draga úr líkunum á því að eitthvað annað sé upp á teningunum. En kemur til greina að kalla almenning eða fjölmiðla jafnvel að þessu samtali, að borðinu varandi á móti Já, við munum opna þetta, að sjálfsögðu alltaf þegar máli kæmi til kasta þingnefndar, þá er það opnað fyrir umsagnir og svo framvegis. Og það kann vel að vera að við leitum sérstaklega eftir sjónarmiðum, fagaðila og annarra slíkra. Við erum þegar búin að fá umsagnir frá siðanefnd og frá sérfræðingum og svo núna ÖSE. Þannig að við erum að reyna að leita okkur bestu fáanlegar ráðgjafar og sjálfsögðu er eðlilegt að almenningur hafi á þessu skoðanir. Takk fyrir þetta. Takk. Útgerð og fiskvinnsla á Flateyri er í lamasessi eftir snjóflóðin sem féllu miðjan janúar. Sjómaður segir að hann hrylli við að fara borði í bát sinn eftir að hann hafði legið á kafi í höfninni í 18 daga. Eiður IS 126 sem var hífður síðastur upp úr höfninni á Flateyri er 40 tonna dragnótabátur. Hann var nýkominn úr slipp og tilbúinn til sjós þegar snjóflóðin féllu. Þetta var bæði góður sjóbátur og vel útbúinn á dragnótaveðar. Og það er svona tilfinningalegt tjón að missa þennan bát og horfa upp á þetta svona. Maður er búinn að sofa þarna og matast þarna og þessi bátur er búinn að vera mitt svona annað heimili. Ég hef nú ekki búinn að fara borð í mann ennþá sko. Ég bara mér svona hryllir við ég að fara þarna niður í Gáðutöfru en ég verður nú að fara að hafa kjarkið að fara að rífa úr hana þar sem að veiðarfærin og svoleiðis. 7 hafa unnið hjá Þorgelsi á bátnum og í fiskvinnslinni Valvis. Öll sú starfsemi er nú stopp líkt og önnur útgerð í þorpinu. Nú ég veit ekkert hvað er framönda hjá mér í fiskvinnslunni sko. Það er bæði, ég var með fiskmarkað líka og það er ekkert hér á Flateyri sem kemur til að landa hér. Nema þá ekki sumar, ég veit ekkert það sko. Og þetta er allt stopp eins og er. Tryggingafélög sáu til þess að bátarnir voru hífðir úr kafi og er nú unnið að uppgjöri á tjóninu. Báturinn hefur ekki verið, því að hann hefur verið svona, ég hef verið byggja upp á byggðakvóta hér á Flateyri sko. Var ekkert með hann neitt hátt tryggðan sko, bara svona til að, en það reiknaði ekki með því að báturinn færist í altjónin ef maður færist á í hafi. Einungis einn bátur er ótryggður af þeim 6 sem fóru í höfnina og hann liggur því enn á kafi. Það er Orri IS sem er einna þekktastur sem gamli séniver eftir að hafa verið nýttur til séniversmygls á Bannárunum. Orri er ekki tengdur neinni atvinnustarfsemi í dag. Að sögn hafnarstjóra Ísafjarðarbæjar verður reynt að ná bátnum upp sem fyrst í samráði við eiganda. Forval fyrir forsetakosningar í Bandaríkjunum hefst formlega í dag þegar íbúar Iowa velja sér forsetaframbjóðendur. Allt frá árinu 2000 hafa þeir frambjóðendur demókrata sem unnið hafa í Iowa endað sem forsetaefni flokksins. Hi, my name is Lisa. I'm a volunteer with Iowa CCI Action. I was calling to make sure we can still count on your support. Undirbúningur er í fullum gangi en íbúar Iowa ríða á vaðið þegar forval demókrata og repúblikana er annars vegar. Það er þó nokkuð langur vegur fyrir höndum fyrir frambjóðendur því frambjóðandi demókrata verður ekki valinn formlega fyrir á landsfundi í júlí. 12 eru eftir af þeim 28 sem upphaflega freistuðu þess að verða forsetaframbjóðandi demókrata. Samkvæmt skoðanakönnunum á Bernie Sanders mestu fylgi að fagna í Iowa en á hæla hans kemur Joe Biden. Í 3. sæti er Pete Buttigieg og í því 4. Elizabeth Warren. Á landsvísu er fylgið í skoðanakönnunum örlítið öðruvísi. Þar er Biden með mest fylgi, Sanders í 2. sæti og Warren í því 3. Í 4. sæti er svo Mike Bloomberg sem gefur ekki kost á sér í Iowa. Allt frá árinu 2000 hafa þeir frambjóðendur demókrata sem unnið hafa í Iowa endað sem forsetaframbjóðendur flokksins. Það er þó nóg eftir og forval fer fram í öllum ríkjum Bandaríkjanna fram á sumar. Öllu minna spennandi er forval repúblikana að þessu sinni. Reyndar er Donald Trump ekki einn í framboði, þeir eru 2 sem hafa boðið fram krafta sína á mótunum. Þeir eru þó ekki taldir eiga mikla möguleika gegn sitjandi forseta. Forvalið fer fram á 2 vegu, annars vegar er hefðbundin atkvæðagreiðsla og hins vegar öllu óhefðbundnara val eins og í Iowa. Þá skipta kjósendur sér upp í hópa og fara á staði merkta frambjóðendum á kjörstað. Þeir frambjóðendur sem að ná undir 15% viðstaddra á sín svæði heltast úr lestinni.
Niðurstöður í Iowa ættu að liggja fyrir síðar í kvöld. 1800 starfsmenn Eflingar hjá Reykjavíkurborg leggja niður störf á morgun. Veruleg röskun verður á starfsemi leikskólaborgarinnar og verða 3500 börn send heim í hádeginu. Samninganefndir Eflingar og Reykjavíkurborgar hittust hjá ríkissáttasemjara í morgun en engin niðurstaða fékkst. Þetta þýðir að 1800 starfsmenn Eflingar hjá borginni leggja niður störf klukkan 12:30 á morgun. Áhrif verkfallanna eru víðtæk og gæti þeir einna helst á skóla- og frístundasviði þar sem 1000 félagsmenn Eflingar starfa, flestir á leikskólum. Samkvæmt upplýsingu þaðan verða 3500 börn send heim í hádeginu á morgun. Fjöldin mismikill eftir leikskólum en áhrifin verða mest í Breiðholti. Á leikskólanum Hofi, sem 136 börn sækja, verður veruleg röskun á starfseminni. Við þurfum að senda stóra hluta barnanna heim og á þriðjudaginn þurfum við að senda 104 börn heim. Loka 3 deildum, sem sagt eftir hádegi á morgun. Næsti samningafundur verður á miðvikudaginn. Ef ekki semst þá verður sólarhringsverkfall á fimmtudaginn. Þá verður börnum á Hofi skipt upp þannig að helmingur mætir fyrir hádegi og helmingur eftir hádegi. Það er náttúrulega engin matur af því að maturinn okkar í verkfalli og það má alls ekki koma með nesti og við ætlum ekki að ganga í störf Eflingar starfsmanna. Áhrifa verkfallana gætir einnig á velferðarsviði en þar tók samkomulag við Eflingu undanþágu fyrir 245 stöðugildi til að tryggja umönnun viðkvæmustu hópana. Við þurfum að draga úr þrifum og þvottum og öðru slíku og sinnum bara lágmarksþjónustu með þeim mannafla sem við höfum sem eru hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar. Komi til sólarhringsverkfalls á fimmtudaginn verða áhrifin víðtækari. En þeir fá þessa grunnþjónustu, þeir fá lyfin sín, þeir fá mat á matmálstímum, þeir verður hjálpað fram úr sem þurfa að fara fram úr og aðstoð við það, klæða sig og annað slíkt. Við búum ekki rúmin, tökum ekki þvottinn, það verður ekki baðþjónusta, það frestast allt saman. Eins og við sáum þá munu þessar verkfallsaðgerðir hafa umtalsverð áhrif á starfsemi Reykjavíkurborgar. Hjá mér Bjarni Brynjólfsson, upplýsingastjóri Reykjavíkurborgar. Bjarni, hvernig hafið þið verið að undirbúa ykkur fyrir þetta? Já, hitinn og þunginn af undirbúningnum hefur verið hjá okkar frábæru skólastjórnendum sem hafa verið að svona meta það og skoða hvernig verður brugðist við þessu og hvernig skerðingarna munu koma niður. Og síðan verið að senda upplýsingapósta til allra foreldra og forráðamanna varðandi það. Grunnskólar og frístundaheimili, verða þau fyrir áhrifum? Ekki mikið en samt eitthvað. Það verður til dæmis eins og hér í Vesturbæjarskóla verður til dæmis ekki matarþjónusta í hádeginu þannig að börnin fá ekki mat í hádeginu og þurfa að koma með nesta heiman. Frístundaheimilin verða opin og þjónusta þeirra verður ekki skert að neinu leyti svo ég viti til. Sorphirðumenn og aðrir verkamenn á vegum borgarinnar munu einnig leggja niður störf, munu borgarbúar finna fyrir því? Það gæti gerst, já, ef að verkfallið dregst á langinn en á svona hálfum og heilum dögum eins og eru framundan í verkfalli þá mun það kannski ekki koma mjög svo niður á þjónustunni vegna þess að þeir munu vinna það upp svona á milli. En auðvitað það mjög alvarlegt mál ef að þetta verkfall dregst á langinn og það fyrir að safnast upp sorp sem að getur hæglega gerst ef að það dregst á langinn. Takk fyrir það Bjarni og við segjum þetta gott hérna úr Vesturbænum. Takk fyrir það Magnús Geir. 3 menn hafa verið handteknir í Danmörku grunaður njósnir fyrir leyniþjónustu Sádi Arabíu. Finn Bosch Andersen, yfirmaður dönsku leyniþjónustunnar, sagði á blaðamannafundi í dag að mennirnir væru grunaður að hafa stundað njósnir frá 2012 til 2018. Þeir hefðu aflað sér upplýsinga einstaklinga og fyrirtæki og sent leyniþjónustu Sádi Arabíu upplýsingarnar. Mál mannanna tengist málið frá 2018. Grunur að þá hafi leyniþjónusta Írans skipulagt morð á íranskum ríkisborgurum sem búa í Danmörku. Andersen sagði að málið væri afar flókið og ljóst að átök á milli Írans og Sádi Arabíu hefðu nú teygt sig til Danmerkur. Sigurganga Hildar Guðnadóttur heldur áfram og í gærkvöld fékk hún BAFTA-verðlaun fyrir tónlist sína í kvikmyndinni Joker. Hildur segist glaðsinna að upplagi en það hafi verið gaman að fá útrás fyrir sínar dekkri hliðar í vinnu við myndina. Tilnefningar bresku kvikmyndaakademíunar voru nokkuð umdeildar í ár og þóttu helst til einsleitar. Meðal annars vegna þess að allir leikarar og leikkonur sem tilnefnd voru í ár eru hvít á hörund. Enda gerðu nokkrar af ræðumönnum kvöldsins þá staðreynd að umræðuefni. I think that we send a very clear message to people of color
that you're not welcome here. Engin kona var heldur tilnefnd í flokki leikstjóra þessu sinni. Ein kona var hins vegar meðal þeirra 5 sem tilnefnd voru fyrir bestu frumsömdu tónlistina og hún, Hildur Guðnadóttir, stóð uppi sem sigurvegari. Á blaðamannafundi eftir afhendinguna var Hildur spurð út í vinnu við jafn drungalega mynd og Jókerinn er. I do get a lot of questions about that because my personality in everyday life is rather cheerful and I like to laugh and yeah, exactly, but I do think every person has a dark side and a light side and my I guess luckily for my family my lighter side is the day-to-day side and my darker side is the musical side. Yes, exactly, yeah. Svo gæti verið að hillupláss heima hjá Hildi fari minnkandi því BAFTA-verðlaunin bætast við fjölda annarra viðurkenninga sem hún hefur hlotið undanfarin misseri. Fyrir tónlistina í sjónvarpsþáttunum Tjernobyl hefur Hildur fengið Emmy-verðlaun, World Soundtrack-verðlaunin og Grammy-verðlaun. Fyrir tónlistina í Jókernum hefur hún nú fengið Premio Soundtrack Stars-verðlaunin, Golden Globe-styttu og nú BAFTA. Þá hún tilnefnd til Óskarsverðlaunanna sem verða veitt á sunnudaginn. 3 þeirra sem tilnefnd voru með Hildi á BAFTA-verðlaununum í gær eiga þar sömuleiðis tilnefningu. Fyrir þau sem hafa gaman að líkindareikningi má benda á að síðustu 10 ár hefur það gerst 7 sinnum að sama tónskáld vinnur bæði BAFTA og Óskarinn. Óskarsverðlaunin verða sýnd í beinni útsendingu hér á RÚV. Og það á veðrinu. Það verður vaxandi suðaustanátt á morgun, 10 til 18 metrar á sekúndum og upp úr hádegi með snjókomu eða slyddu og síðan rigningu. En hægari vindur og þurrt lengst af norðaustan til. Hlýnandi veður. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðrið að loknum íþróttafréttum og við ætlum að sjá næst hvað Einar Örn Jónsson býður upp á í íþróttunum í kvöld. Tindastóll lagði KR-velli í Dóminósdeild karla í körfubolta í gærkvöldi. Stöðugleiki stólana var mikill því þeir skoruðu jafnmörg stig í öllum fjórðungum leiksins. Kansas City Chiefs vann sinn fyrsta titil í 50 ár í NFL-deildinni í fótbolta í nótt þegar liðið lagði San Francisco 49ers í Super Bowl í Miami. Og Sverrir Ingi Ingason var í eldlínunni með PAOK í gríska fótboltanum þegar liðið freistaði þess að komast á toppdeildarinnar að nýju. Þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Fjölmiðlaumfjöllun og samfélagsumræðan höfðu áhrif á ákvörðun stjórnvalda að fresta brottvísun pakistanskrar fjölskyldu. Þetta segir dómsmálaráðherra. Fjölskyldan átti að fara af landi brott í dag. Kínversk stjórnvöld viðurkenndu í dag að hafa ekki brugðist nægilega skjótt við þegar Wuhan koronaveiran tók fyrst að breiðast út. Nú hægt að greina sýni á Landspítalanum ef grunur vaknar smitt hérlendis. Sjómann á Flateyri hryllir við að fara borð í bát sinn sem var hífður úr sjó helgina. Útgerð í þorpinu enn í lamasessi meira en hálfum mánuði eftir að snjóflóðin féllu. 3500 leikskólabörn verða send heim í hádeginu á morgun þegar 1800 starfsmenn Eflingar hjá Reykjavíkurborg leggja niður störf. Áhrifa gætir einnig víða í velferðarþjónustu borgarinnar. Hildur Guðnadóttir fékk í gær BAFTA-verðlaun fyrir tónlist sína í kvikmyndinni Jóker. Síðustu 10 ár hefur það gerst 7 sinnum að sama tónskáld vinni bæði BAFTA og Óskarsverðlaun. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á RÚV.is. Segjum þetta gott að sinni. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Górillu-fjölskyldan og ég heimildaþáttur í 2 hlutum frá BBC stærstu górillur heims, en heimkynni þeirra eru í Kongó, seinni hluti. 22. júlí leikinn norsk þáttaröð í 6 hlutum morðin í Útey þann 22. júlí 2011. Fjallað þau áhrif sem morðin höfðu á norskt samfélag. Hollywood